Sælanemendur, nú komið að fylgjum eða arris eins og það kallað á ensku. Hvað fylgi? Jú, það að við getum gefið mörgum breytum sem allar á sama tagi eitt sameiginlegt nafn. Og við getum hugsað okkur að fylgi sé safn af númerum minnishólfum eða kössum þar sem hvert hólf inniheldur eitt gildi. Og númer kassans það númer stakksins í fylginu. Eins og við sjáum hérna, ef við værum með þessa kassa, að þá þetta af stærðinni 10. Við sjáum að við erum með 10 kassa, en fyrsti kassin byrjar alltaf á 0 og endar í einu minna. Þannig eiginlega n-1. Og stökin eða gildin sem við erum með, þau raðast þá inn í þessi hérna hólf. Þannig hvert hólf hefur ákveðið gildi inni. Og hérna hvert hólf, eða fyrsta hólfið, byrjar alltaf á 0. Þannig við verðum að muna það. Og ef við segjum eins og það hérna, fylgir að stærðinni 2, segjum það, þá værum við með þessi hérna 2 hólf. Fyrsta hólfið byrjar á 0 og næsta af 1. Þannig við getum alltaf hugsað, stærðin á fylginu, seinasta hólfið alltaf einu minna. Þannig við erum með stærðina 10 á fylgi, þá erum við með seinasta hólfið þá 9. Ef við erum með stærðina 5, þá seinasta hólfið að stærðinni 4. Og við byrjum alltaf á 0. Þannig virkar það, við maður hafa það í huga. Við eigum oft eftir að nefndi því að fara út fyrir fylgi og þá fáum við villu. Þannig við þurfum alltaf að passa að númera hólfin rétt. Og ef við ætlum að skilgreina fylgi, þá gerum við það mjög svipað eins og með breytu. Við setjum tægið fyrst, gagnatægið, eins og hérna annað int, doppul eða string. Og hérna sjáum við dæmi. Þetta int, fylgið, og fylgið alltaf táknað með svona hotklofum. Og svo kemur nafnið á fylginu fyrir aftan. Þannig sjáuð að þetta eiginlega alveg eins og þau verum að búa til breytu. Nema hérna setjum við þennan kassasviga eða hotklofa. Og ef við ætlum að segja hvað við viljum að fylgið sé stórt, þá gerum við hérna int, segjum kassasvigi eða hotklofar, nafnið á fylginu, segjum new table. Þetta ný og stærðin þá 10. Þarna erum við búin að segja að við erum með fylgið sem heitir table og það tekur 10 stök eða 10 int tölur. Við þurfum ekki alltaf að skilgreina fylgi strax. Þannig við getum gert svona. Hérna erum við fylgi sem af taginu doppul. Hérna erum við að segja að það sé 10 af stærð. Hérna segjum við þessi 20. En við getum líka tekið inn stærðina fylginu á keyrslutíma. Og þá getum við spurt notandann hvað hann vill að fylgið sé stórt og við tökum það inn í breytuna innsláttur hérna sem þá int breyta og setjum hana í staði fyrir töluna 20 eða 10. Setjum við bara breytuna sem á taginu int í staðin. Það líka að frumstilla fylgi á þennan hátt. Það að segja við segjum stærðina og setjum gögnin inn á sama tíma. Þannig hérna sjáum við að þetta gerir þetta á nokkra vegu. Þannig að þið skoðið þetta vel og getið þá pröfa líka. Við getum náttúrulega sett stærðina inn 5 strax og svo gildin fyrir aftan. Eða sleppt 5 og sett gildin samt inn. Eða hérna strengur. Eða sleppt að gera svona og gert beint svona. Þið stjórnið þessu alveg. Hvernig þið viljið gera þetta. Mér finnst þetta hérna persónulega best en
það er bara hvað maður vinnur sér oft á líka. Nú ætla ég að stoppa og tek svo upp næst eftir smástund.